Það ekki bara til hamingju með sigurinn og ÍR. Þetta byrjaði ekki vel samt. Nei, þetta var svona smá klaufagangur á okkur hérna í byrjun, spörkum honum út af og þeir taka hann og halda okkur bara hérna niðri en við bara svöruðum bara undir eins og það var virkilega ánægilegt og mér fannst fyrir áleikurinn bara virkilega góður hjá okkur. Þeir fá kannski 1-2 sénsar til að jafna í fyrir en svo það er ekki mikið meira það. Nei, mér fannst bara óna á meira hlutana fyrir áleik. Mér fannst þau kröftir og mér fannst þeir ráða illa við kraftin í okkur í fyrir áleik en seinna áleikurinn svo svona einhvern veginn fyrir að verja eitthvað aðeins og snemma fannst mér en gerðum það svo sem bara þrjusu vel. Hvað ertu svona ánægðastur með þetta? Ánægðastur með einhvern veginn kraftin í okkur í fyrir áleik, hvernig við bara svöruðum markinu. Þetta var svona það var ekki beint líkt okkur svona þessi byrjun en ánægðastur með kraftin í okkur sem komið fyrir áleik og mér fannst við eiga inni 1-2 mörk hana fyrir áleiki viðbútt. Það var 11 spjöld held í það. Fannst þér það vera þannig? Fannst þér leikunum vera þannig? Já, á tímabili. Stundum fannst mér hann komið með spjöldin of snemma en ég held að það hafi verið nokkuð harður leikur og mikið læti og margir að rífa kjaft og svoleiðis, þannig að ég er svona, já, bara með harðari leikir sem maður hefur tekið þátt í smá tíma, þannig að kannski ekki mikið út af það setja. Þú veist, talandi um harða leiki, mér fannst þess að Ragnar Óli hafi farið úr Axnali og sett sig aftur í sjálfur. Var það rétt? Já, hann er bara í smá brasi með öxlina á sér og fer oft úr Axnali við lítið en góður að koma sér í aftur og bara getur allt áfram sem er bara frábært. Er það samt ekkert eitthvað áhyggjuefni eða? Jú, við erum bara að plana eitthvað að gera eitthvað eftir tímabilið, það er engin tími til að gera neitt í því núna en það svona virðist vera full lítið sem þarf að gerast til þess að hann dettur. Peter skorar hérna, eða Pítur, hvað kallar hann? Pítur. Skorar hérna í lokin, ánægilegt að sjá hann skora? Já, þetta er einhver mesti markaskorari sem ég séð í yngri flokkum, hann er bara rétt að byrja. Hvernig er bara staðan á hópnum svona 2 vikum fyrir mót? Hún er bara þrjusu góð, það er svona smávægilegir hnökrar á hópnum á nokkrum mönnum. Ég hefði viljað hafa 2-3 heilli í dag en staðan bara þrjusu góð og vona á Afrikumannunum okkar í næstu viku, þannig að það verður mjög spennandi. Búið að bóka flug? Já, það er verið að gera það. Hvernig er með Ingimar, Rafa og Kristófer? Mjög stutt í Kristófer, hann svo sem hefði mögulega alveg geta tekið þátt í dag en við ákveðum að geyma hann aðeins lengra í Ingimar og Rafa en ekkert marga vikur. Var það hentugt að Orri fekk ekki spjaldið hérna í fyrirháka heldur Vilhelm? Mögulega, já. Þú varst eitthvað, ég veit ekki, fékkst þú líka spjald fyrir eitthvað mótmæliða? Já, bara einhver æsingur og held ég svona bara, það hafi farið svona á allan bekkin í heild kannski, sem að við kannski fullæstir þarna á tímabili. Er þetta, þessi bogi, er þetta það sem kom skal í sumar hjá Þór? Já, við erum allavega konum með leyfi til þess að ráða hvenær við förum út. Hvenær það verður bara vitum við ekki, við þurfum að skoða bara hvernig völlurinn kemur undan vetri og það hefur verið þannig að við höfum verið sendir á okkar mati fyllt snemma út af völlin þegar hann er ekki tilbúinn og hann hefur ekkert náð sér, þannig að við allavega geymum völlin og vinnum aðeins í honum og sjáum hvernig það þróast. Er einhver líkur á að vera spila hérna í Boganum bara fram á sumar og svo út á Gervigrasið? Það getur bara vel verið, ef þeir eru fljótir með Gervigrasið þá gæti það alveg enda þannig. Drauma mótherji, er það káa bara hérna inn í Boganum? Já, svo sem bara eins og allir segja, bara heimaleikur og einhverju skemmtilegi mótherjar. Þú vona að vera einhver styrking fyrir mót? Nei, ég hef ekki vonað því. Það er þá bara að það er náttúrulega vega með einn inni og ég býst ekki við henni. Takk fyrir þetta, Siggi. Takk.